Að tala svona aðeins já, jólin, að þetta er ekki jafn auðvelt að halda jólin fyrir alla. Það held ég að við getum öll sett okkur í þau spór. Augljósast náttúrulega ef að einhver okkur nákominn eða mikilvægur verður alvarlega veikur og þá verður fyrirvarinn sem hann býr innra með sér þannig að maður er ekkert frjáls að halda jólin sem maður er vanur. Maður hefur ekki tök að það tíma til. Nei, desember getur verið mjög erfiður mánuður fyrir marga því það kom hérna upp í fyrradag, það var rætt að þetta er tíma sem við munum hvað við erum búin að vera að gera í gegnum tíðina áður. Maður man afmælisdaga og jól og svona og þá leita minningarna kannski meira á og sumi geta bara ekki að hugsa sér og kvíða svo fyrir hvernig kvöldi verður ef að það er ekki eins og það hefur alltaf verið. Sagði mig kona hérna fyrir nokkur dögum. Ég spurði það hvernig hefði hún misti manni sem núna fyrir þá nokkur mörgum mánuðum. Mjög burðu kona, búin að vera mjög virk og dugleg og atorkusöm miðað við aðstæður. Og ég sagði hvernig hefur það, hún sagði ég hef það fínt. Bætti svo við, en mikið þetta leiðinlegt. Já. Mér finnst svolítið dýrmætt vegna að það sem hún var að tala var þegar allt athið var búið. Þegar hún búin að vera með þessum í þessu og hinum í hinnu, þá verður hún heim. Þá verður svo æpandi hljótt, tómið. Og ég spurði, það alltaf slæmt? Hún sagði, nei, ekki endilega, en það er sárlega einmannalegt. Já, það eru margir sem að reyna svo kannski að spurja einhvern sem að hefur farið í gegnum svona áður, hvaða ráðleggingar getur gefið, hvernig er þetta nálgast jólin og finna einhverja nýja hefð kannski sem tengist ef einhver er látinn eða hvað á að gera ef að það vantar einn við borðið og maður kvíði kvöldinu. Svona hátíðahaldið sjálft og mér finnst það svolítið spennandi því að maður heyrir marga tala um það þegar maður verið hagur á því að gera eitthvað sérstakt atferli við upphaf borðhaldsins, hvað sem það er. Sumir hafa lagt á borð fyrir auka og síðan er það bara virta, það vantar einhvern veginn borði og þessi eyða fær bara að vera og fyrir sumum er það atferli dýrmætt. Aðrir hafa haft hann hagað þegar borðhaldir er byrja og allt er tilbúið, bara á að fara að segja gjöru svo vel, segja nú ætlum við að kveikja kerti fyrir og hafa svo kveikt á kerti á einhverju tiltekna stað. Þannig að atferli sem virðir að einhver er ekki viðstaddur sem átti að vera. Og mér finnst þetta þarf að vera eitthvað atferli, það er ekki nóg að þetta sé orðum. Það þarf að vera eitthvað atferli og ljósið er oft mjög gott í því, en það er eitt sem skiptir sérstaklega miklu máli í því að til að atferli lifi þá verður að hafa upphaf og endi. Maður getur haft minningakerti einhvers staðar annars staðar fyrir vegga eins og maður oft gerir og hefur kannski mynd og minningakerti sem er meira og minna lifandi gegnum alla jólahátíðina. En við borðhaldið, við þetta sérstaka tilefni, þá þarf að byrja eitthvað og það þarf líka að ljúka því þegar aðrir eru búin að ljúka sínu borðhaldi. Þannig að maður kveikir og slekkur í kertinu eða færi til mynd og færi hann svo aftur eða gengur frá diskinu sem er látið vera auður eða hvaða farveg sem hver og einn finnur til að virða að það vantar einhvern. Og þegar börn eiga í hlut til dæmis þá er þetta kannski verður þetta sérstaklega mikið efni til, eða fólk kvíður því kannski alveg sérstaklega þegar það eru börn hafa mist foreldri og þá vera gleðileg jól án þess og fyrstu jólin geta oft verið mjög erfið. Ég misti manninn minn þannig að ég er að tala af reynslu með það að þá reyndi maður að finna leiðir sko, hvernig var þetta að hafa jólin gleðileg á þess að ég treysti ekki sjálfur mér hvernig fyrstu jólin myndu verða fyrir þá. En þá er mér ráðlegt það að fara í kirkjugarðinn, eiga stund þar sem væri hátíðleg og reyna svona svolítið að hleypa sorginu út yfir daginn þannig að það væri kannski ekki byrgja það inn allan daginn og svo myndi það vera meira kvöldi heldur að reyna svona losa það eins yfir daginn. Það hjálpaði mér. Já, og ég bara núna í vikunum var að kona segja mig frá því að þau eru að skipuleggja þetta jólahald og það kemur til með að byrja fyrir hátíð á aðfangadag þar sem allir fara upp í kirkjugarð. Já, við gerum það. Já. Allir saman, allir fara svo að fá sér eitthvað kakó, fer síðan hver svolítið til
sinna verkefna og koma sér saman kvöldið. Þannig að þá byrjar morgunin á þessu og hún sagði að þau hefðu gert þetta áður og það hafi verið þeim öllum mjög dýrmætt og svona einhvern veginn lyftist fram veruleiki þess sem vantaði í hópinn. Já, og svona kannski afmarkaða reyna að gefa því bara pláss í staðin fyrir að það tegist yfir allt kvöldið og allan daginn og öll jólin, að bara þarna bara tími fyrir það. Ég man það núna að ég hef aldrei farið í messu á jólunum, nema fyrstu jólin eftir að maðurinn minn lést, að þá fór öll stór fjölskyldan í messu. Það var svolítið svona sérstök stund og þá vissu börnin það líka. Þarna var bara, við erum að fara að eiga stund þarna og svo var hægt að fara að opna pakkana og leyfa gleðin að vera. Þannig að svona einhvern veginn að maður vitaði sjálfur reynir ekki að halda þessu alltaf niður, eins og ef þetta er suðupottur og maður reynir að halda lokinu á allan tíman, þá síður bara upp úr að bara taka lokið af yfir þessa jólahátíð. Mér finnst svolítið fallegt að segja það vegna þess að gefa rými, þetta er bara að segja nógu satt. Já. Reyna ekki að búa til annan veruleika heldur en því það er ekkert hægt að láta eins og ekkert hafi breyst þegar einhver er dáinn. Maður verður aldrei eins og maður var áður. Best óskin er svo að maður geti orðið burðugur aftur. En að þau nefndu börnin á þeim, þá finnst mér oft bera dálítið mikið af því að við yfirfærum okkar ótta og kvíða yfir á börnin. Við höldum að tilfinningar sem eru svona mótsagnarkenndir og erfiðir okkar hjörtum hljóta að vera eins í hjörtum barnanna og gleymum því oft að börnin eru stundum okkur fremri að fást við tilfinningar. Þau eru auðveldara með að tjá þær, þau geta grátið og svo hætt að gráta og gert eitthvað annað. Þau geta slegið á milli meðan við erum svo lengi í okkar sveiflum og eigum svo erfitt með að upplifa mótsagnarkennda tilfinningar á skömmum tíma. En þannig er bara lífið. En við vorum líka að tala aðeins saman áður en að við byrjuðum að það var þetta, okkur var þetta svolítið hugleikið, sorgin og veikindi og fólk sem getur ekki hugsað sér að halda jól en þarf að gera það samt. Og svo vorum við líka að ræða að það væri nú annað sem veldur oft áhyggjum í kringum jólin eins og drykkja og ýmislegt fleira. Ég held að það sé svolítið sem að er dýrmætt fyrir okkur að vakandi yfir því að við höfum oft handarað hvert annað svolítið illa í kringu það. Við höfum litið ekki með umhyggju og hlýju hvert til annars heldur svona jáhá, er þetta nú farið aftur og gleymt að hugsa til þess að það eru fjölskyldur og vinir okkar sem eru búin að vera með fyrirvara í vikum saman hvort að einhver sem á erfitt með að halda sig frá víni muni nú detta á Þorláksmessu hvort að þessi jólin verði sleppi til eða hvort að þau verði enn undir skugga þess að einhver er allsendis ófær og allir verið svolítið undir því og í þessu tilviki finnst mér að við þurfum að taka svolítið tak Íslendingar. Við þurfum að vera svolítið vakandi og hlý hvert gagnvart öðru og virða það að þetta eru veikindi en ekki einhvern veginn setja fólk eins og í annan flokk. Þetta minnistætt að ég vann einu svona í kringum áfengi hérna í borginni og sagði við með maður sem þá var mjög virkur í endurhæfingu og meðferðum, vissi að ég var frá Akureyri og vissi að ég var giftur til Siglufjarðar, svo ég svona gefið samhengi. Hann sagði Siglufjörður er besti staður að koma til þegar maður er búinn að fara í meðferð, en Akureyri er eitt svo erfiðast. Og vona nú að þetta var nú breyst á Akureyri síðan. Og ég spurði af hverju, hann sagði jú á Siglufjörði, þá er tekið á móti mönnum og segja flott hjá þér, gott hjá þér og menn fá hvatningu fyrir það sem er í dag. Á Akureyri hefur dálítið viljað bera á því að komi, við skulum sjá hvað þetta endist lengi. Já, einmitt. Ég nefni þetta svona sem Akureyringur sjálfur en ég veit að það er mjög mikið breyst og Akureyri ekki svo sami dag og hann var þegar ég var. Nei, við erum ekki að dæma alla frá Akureyri. En taka þetta sem dæmi að við erum svolítið gjörn á að sjáum hvað þetta endist. Staðan fyrir að ganga bara í augnablikin og segja flott, gott og gleðja saman þegar stundin er og ef að eitthvað brestur ganga það svolítið hvert alveg og segja hvernig get ég að hjálpa þér. En það sem svona rauði þráðurinn hérna í okkar samtali er að kannski í desember ættum við líka bara vera aðeins hvað maður að segja tillitsamari við hvort annað og aðeins svona það er alltaf allir að hugsa ertu búin að gera allt, ertu búin að gera hitt og þetta og það er bara fullt af fólki sem er bara að hugsa annað
í desember og bara upptekið af erfiðum hlutum, en við kannski aðeins að vera bara varfærnari gagnvart hvoru öðru. Og, Þurfum við að gera allt? Þarf ég að taka þátt í öllu? já, einmitt. Hvað er þetta allt? Já, hvað er það? Já. Hversu mikið á maður að skreita? Þarf ég að gera nákvæmlega eins og þeir sem mínir í næstu íbúð? Einmitt. Þarf ég að hafa sama stílinn? Jú, ef að húsið samþykkja það, þá vil ég ekki skera mig úr. Því að ég þarf líka að geta fengið að eiga næði þannig að ég skeri mig ekki úr og merki mig, því að það er svo sárt að vera einhvern veginn mikið öðruvísi. En við þurfum að gæta þess að vera ekki að spenna alla upp. Fólk eru uppgefið þegar líður á desember af yndislegu hlutum samt, tónleikum og viðburðum, hlaðborðum og öðru slíku sem eru hvert og eitt ágætt, en það er dálítið hart farið fram. En sem sjúkrahúsprestur, þú ert auðvitað þar ertu alla daga eða þar ertu að hjálpa þeim sem eru á spítalanum. Hvernig líður þér í desember? Hvernig eru þín jól? Svolítið misjafnt. Þegar ég hef verið að vinna á jóladagana sjálfa, þá hef ég stundum gert það að vera svolítið á spítala á kvöldi til þess aðfangadag. Og auðvitað skýst heim og er eitthvað með fjölskyldan eftir í sem ég get, en hef verið þessar stundir rétt áður en að hátíðin gengur í garð og svo líka aðeins litið um kvöldið. Það er oft óskaplega dýrmætir tímar, svo hljóðir tímar. Fólk sem er að horfa hefur bara þurft að bíta úr nálinni með það að það komst ekki heim, gat ekki að vera heim, en maður er átt sett að maður fengið að heyra alveg ótrúlega fallegar sögur. Því endurminningarnar, þær eru svo vakandi, þær eru svo lifandi. Og þetta eru sögur sem að hafa ekkert verið að horfa til þess hvort maður gat þetta eða hitt, heldur hafa yfirleitt alltaf dregið fram einhverju gildi, einhverja nánd og einhvern stuðning við aðra eða frá öðrum í gegnum tíðina. Eitthvað sem gerir mann svolítið betra manni. Svolítið heilagur tími. Ég var einmitt einu sinni á aðfangadagskvöld klukkan 6 upp á gjörgæslu með þessum faðir minn var veikur og ég held að maður hafi sjaldan hvorki fyrr né síðar upplifað svona mikið hvað skiptir máli á jólunum og þegar þess að maður heyrði kirkjuklukkurnar hringja inn klukkan 6 en það er öllum held ég hollt svolítið að svona hugsa það aðeins að það er ekkert sjálfsagt að hafa alla í kringu sig og það er ekkert sjálfsagt að hlutinni gangi vel og maður hafi sína heilsu og svona og mér finnst það gott að við getum hugsað aðeins jólin líka þannig, ekki bara þessan nyslu brjálæði sem er svolítið í gangi, þó það sé skemmtilegt líka. Þannig að hvað er það sem að jólasaga segir Jesúbarnið? Við þekkjum söguna fjárherðana, við þekkjum söguna fátæku konuna sem er ófrísk, en tökum hugtöki sem er notuð, það er ekki pláss fyrir þau gistihúsir, þau eru fátæk. Og það er, ég nefndi jata, þau eru í fjárhúsi. Það eru dregin fram hugtök sem öll eru andhverfa svona mannlegra verðurleika. Og það er dregið fram í þess að sögu að það sem kemur í mannheim kemur á einhvern nátt ekki gegnum neitt af mannlegri færni eða mannlegum meðtorðum, heldur kemur á einhvern allt annan hátt. Þannig að það sem við erum að tala í jólin, það er nú kannski bara svolítið nærri því sem að jólin eru. Já, þau koma einhvern veginn til manns þegar að maður á af litlu að taka eða á af litlu að gefa. En þau koma og þau spyrja eitthvað og huga að hver maður er sem manneskja og gefa manni gildi í lífinu óháð því hverjar aðstæður stundarinnar eru. En þau hefum að séð óskaplega margar fallegar myndir af því hvernig fólk hefur getað snúið sorg sinni til skapandi vegar. Sjálfshjálparhópar, hópur fyrir foreldrasamist börn, hvort sem það er að veikindum eða sjálfsvígi birta, orðin til upp úr slíkri vinnu. Fólks sem að horfðist í augu við það sem að maður vildi hafa getað sloppið við, en horfðist í augu við það einhvern veginn með trúnni og hélt áfram til að gefa eitthvað af sér, deila með öðrum og efla aðra ekki vegna sem maður ætlaði, heldur bara vegna sem maður vildi reyna að gera eitthvað gott úr því sem það var. Já, ég held að þetta sé fallegt að enda bara á þessu. Ég held að við, ég segi takk fyrir komuna og eigðu nú gleðileg jól. Takk.
og sömuleiðis og ég vona að það er yndisleg jól. Já, við ætlum að gera eitthvað fallegt saman, fjölskyldan. Já. Bara takk fyrir og